Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjónin og þig. Það komið að því að menn séu að fara að selja hesta og ég er búinn að grípa 2 menn hér í sprettsöllinni. Við ætlum að vera hér 7. nóvember og það er Óli í miðgoti og Davíð á Skeiðuvöllum. Hvað segir þið, strákar? Sem gott. Er það ekki? Jú, mjög. Herðu, förum aðeins nánar út í þetta, byrjum á þér, Óli, mót, sölumót. Sölumót. Það eru bara allir hestar til sölu sem taka þátt og 3 dómarar sem að gefa einkunnir, þannig að það er ekkert falið, þannig að hestar fá bara einkunn eins og þeir sína og svo er þeim bara raðað upp og úrslit og allir pakkinn. En allir hestar eru til sölu sem að skrá sig. Og er það einhverju sérstöku verði eða búið að ákveða það fyrirfram? Já, það er gefið upp verð á flestum hestum, en það er náttúrulega bara eigandana hvort þeir vilja gefa upp verðið eða ekki. Hverjir eru, hvar skrá ég mig ef ég ætla að vera með? Það er hjá Óla. Það er skráð á miðkot@emax.is. Miðkot@emax.is? Já, það voru send út tilkynningu það núna fljótlega, hvar á að skrá og skráningargjald og þess áttar. Hverjir eru að koma í svona mót? Hvaða hestar eru þetta sem eru klárir? Allur gangur á því sem er að koma. Þetta er alveg frá bara svona hestar sem er að byrja sér fyrir í keppni og alveg upp í harðnaða keppnishesta sko. Það hefur verið bara mjög góð breidd af góðum horsum á þessum móti hjá okkur. Og við erum að koma í fyrsta skipti núna á Suður hérna í spetshöllina. Og þetta er svona sömu helgina og uppskýrhátíðin er og fleira og við vonum að vera svolítið útlendingum og eitthvað meira. Hvað er hérna eins og fyrir menn að koma hér með hross, er það alls staðar á landinu? Já, við vonumst til þess að á þessar helgi að lenda á að fólk á fleiri stöðum heldur bara á Suðurlandi komi, jafnvel norðarmenn myndi koma og taka þátt í þessu með okkur og sjá hvernig þetta virkar. Er einhverju knappar að mæta Norðurlandi á uppskýrhátíðina, en það er eins gott að koma bara með hrossi með sér? Já, það myndi kannski að borga upp ferðina hjá þeim. Hvað er hross að fara á í dag? Er einhver verð í gangi? Hvað eru helstu verðin? Já, komdu með þetta, við viljum fá að vita þetta bara, hvað það kostar. Ef ekki að segja að sér fá 200 og upp úr. Já. Þetta er hross á öllum verðum? Þetta er hross á öllum verðum, eins og ég segi, þetta er ung hross að byrja sér feril og svo verður þetta bara eins og ég segi, frá góður reiðhestum, þetta er bara öll flóran. Og eins og ég segi, við erum með það létta tölkefni, T7, það sem er svona ekki krafist sömu afkasta eins og í T1. Þannig að svona keppni sem hentar flestur horsum sko. Og svo 4-gangur og 5-gangur, bara eðlilegur og svo ætlum við að hafa einn reiðhestaflokk líka, þannig að það eru hross bara sýnd reyndar. Þar verður hross bara sýnd svona í reið og bara verður einhver ákveðin tími á því og hérna kynning. Ég var að spáði hvort við Maggi getum fengið verið með eða verður þetta bæta við einu flokk, 4-blagangur, er það eitthvað séns? Það má alveg aðtuga það, það má hafa skemmtiatriði hlið. Skemmtiatriði hlið. En þetta er 7. nóvember, þetta verður hérna inn í spretshöllinni. Já, í beinni á Easybless. Já, það segir Maggi Ben, allt klárt. Allt klárt, ok, það er nú flott. Og hérna heljar hann að húlumhægi á fattaskvöldinu. Og erum við ef við tökum e-mailið einu svona ef ég ætla að senda inn, hann er ég sé alveg með þá reynu, það er Óli @ Nei, það er miðkot@emax.is. Miðkot@emax.is, þú sjáu það, ég er með þess að klikka á þessu. Miðkot@emax.is, dagsendingin er 7. nóvember, sama helgi er uppskýrhátíðin, þannig að við hvetjum alla menn og konur, norðan, sunnan, vestan, austan, skiptir ekki máli, bara mæta. Strákar, takk fyrir og sjáumst kátir hér í höllinni. Takk sem leys. Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjónin og þig.